sjá, kveikt á mæk og öllu. Komið þið sæl í beina útsendingu frá fyrsta Swift-móti ársins. Þetta bikarmót, er það ekki? Já. Fyrsta þremur. Já, fyrsta þremur. Þetta er Tómas, ég heiti Hörður. Þið kannski þekkja okkur öll. Öll 10 sem eru að horfa akkurat núna. En það verður líka hægt að horfa á þetta eftir á, þannig að velkomin öll hvort sem þið eru að horfa í beinni eða í endursýningu. Það eru 4 mínútur í start og við ætlum að byrja á karlakeppninni. Þetta er 23 km og Ég var átt með að við vorum að sýna brautina. Það var ekki kveikt á mæknum okkar. En ég vona bara ég átti ykkur hvað er að gerast. En basically eins og við sögðum er að brautin er mjög rúllandi og það eru nokkrir erfiðir kikkarar í henni. Það er meðal 2 svona, eitthvað sem er hægt að kalla klifur og við vorum svona að veltaði fyrir okkur hvort að þetta myndi fara þannig einhvern veginn að stinga af eða hvort við séum að fara að sjá endasprett. Sjá hvort ég get ekki bætt. Ok, núna ættum við að koma með hljóð hér. Það eru 2 mínútur í start og kannski rétt áður við byrjum. Hér er þáttakendalistinn. Við erum með í rauninni 2 flokka. Það er Elite og svo erum við B-flokkin. En fólki sem er í almenningsflokk, það er þá fólk sem er ekki skráð í félag, eða ekki? sem er ekki í hjólreiðafélag og þannig er skráningarkerfið á HRI en það sem er kallað almenningsflokk og B kippa saman. Þau kippa som einn flokk og einn hóp og A er með sérúrslit. Akkurat, þannig að í rauninni eru 2 keppnir í gangi í einu í dag og það er allir starta á sama tíma. Þannig við erum með 3 einstaklinga í Elite, Inga Rómarsson, Jóhann Almar og Jóhann Dag og svo eru þá í heildina 24 karlar í B-flokki. Ég ætla ekki að þykjast þekkja öll þessi nöfn eða hvernig standið hennar er í. Við erum bara að sjá það núna bara eftir 1 mínútu og það kannski kominn tími bara til þess að skipta yfir á útsendinguna. Já, það er 27 komin á startlína fyrir utan okkur sem heita dómari. Og já, þeir sem eru að horfa á YouTube, þeir eru með chat. Þannig að ef þið hafa einhverjar spurningar eða sprell, endilega skutlið inn. Sömuleiðis ef það er eitthvað á útsendingunni. Við erum að gera þetta í fyrsta skiptið, þannig að ég vona að þið sýna okkur eitthvað þolinmæði. En við erum að byrja eftir 20 sekúndur og ef þið hafið hort á Swift-keppni áður þá vitið þið að það byrjar allt í hvínandi botni. Sem er aðeins öðruvísi heldur en kannski hefðbundin götuhjólakeppni utandyra. Þetta byrja á fullu. Og við erum farin á stað. Og við erum að fylgjast með dómari, það er ekki nógu gott. Það er ég sem skipta það. Og skulum finna einhvern hjólara sem er nokkuð framalega. Það er bara 400 vött í startinu. Heldur betur verið að keyra á því í byrjun.
það er bara splundur strax. Ef maður er ekki tilbúinn í startinu á Swift Race þá er auðvelt að vera skilin eftir bara alveg í byrjun sem að er náttúrulega ekki nógu skemmtilegt. Nei, maður þarf eiginlega að kýra vöttun vel upp 5-10 sekundur fyrir start og vera bara á fullu vört þegar girðingin fer niður. Akkurat. Því séu að menn eru að hjóla hérna á tæpum 300 vöttum bara strax í startinu. Nú erum við komið 30 sekundur inn og þá byrjar þetta vöttun að fjara út og maður finna signi. Þannig að brautin byrjar á því að hjóla út úr Glasgow. Þannig að til þess að byrja með er hún nokkuð flöt og náttúrulega mjög erfitt að slíta sig frá í Swift og flata því að draftið er töluvert sterkara heldur en kannski í raunveruleikanum. Við sjáum að það er búið að myndast þarna kannski 15 manna hópur. Það er geggjað að horfa á útsendingur á Swift þar sem maður horfir bara á eftirnönnum í öllum. Þannig að ég heyrum þetta bara eftir þessum útsendingar líður. Jóniðar er búinn að breyta. Já, ok. Við kunnum að meta að sumir hugsa til okkar. Ingvar, já. Ekki rétt höfundra. Ingvar, alveg rétt. Það er skemmtilegt að sjá, það er nokkað þríþrauta nöfn hana. Mjög skemmtilegt að sjá þeir. Já, gaman að sjá hvernig fólk er statt svona í miðjum vetri. Það er ennþá bara janúar. Enginn sannlega sé búinn að fara æfingar þeir nema þau sem eru kannski þar núna og eru ekki að taka þátt. Sem eru hérna háferðstrákanir. Þeir virðast reyndar ekki að vera að hjóla mikið, þeir bara verið að láta að ýta sér. Einhver sá það á, ég held að Daniel hafði slitið keðju. Þeir fengu aðstoð á kófundisliðinu til að koma sér heim, sem er mjög skemmtilegt. Þetta er að horfa á Finnur Ragnarsson í slá upp í 350-400 vöttur reglulegar til að bara halda sér í hópum. Og þetta snýst mjög mikið að spara sér eins mikið mögulegt að finna og nýta draftið. Algjörlega, það er bara keppnið það, en það eru svona Swift-keppnir oft sirka bara einn stór tempointerval með surges í brekkum og einhverjum svona keislum. Þetta er svona ein mjög löng over-under-keppni. Að því sögðu þá er brautin í dag ekki nema 25 km sirka, þannig að þessi keppni í heilsinni verður ekkert mikið meira en bara hálftími. Og ef þið eru að spá því af hverju stendur hérna 0,4 km eftir upp í hægra horninu, þá er út að við erum að klára það sem er kallað á Swift tungumálinu lead in. Þannig að í rauninni eftir 400 metra þá erum við komin inn á sjálfa brautina. Alltaf þessi ekki hringtorki sem er hann að koma eftir smástund. Hérna erum við í hóp, seinni hópinn. Hér er verið að gera árás. Öllu heldur keyra vel upp þessa brekku sem er að teygja duglega á hópnum. Menn eru ekkert að slaka á hérna strax í byrjun. Ég sýnst að það er Max van Kvar sem að bara ábyrgð á þessu. Sér hvað þetta tiggt núna. Það er búið að bætast aðeins í áhörður í okkur, 21 sem er nú tvöfalt frá því við byrjum. Þið eru velkomin á skjálum. Nú er búið að vinsa hópinn aðeins niður. Eins og þið sjáu, það er búið að teygjast vel á þessu og við erum kannski að horfa að það séu svona 6 manns þarna í fremsta hóp, en ég gerum ráð fyrir að þessi 4 sem fyrir aftan reynir sitt besta til þess að ná þeim. Sjáum að tískan hjá Finni Ragnarssoni er ansi góð. Hérna sjáðu bilið. Það er Henning er einhverju 6 sekúndur eftir fremstu núna. Já, það verður spennt að sjá hvort þeir ná að ríla það inn. Já. Þið sjáu hérna á undan, þetta er nú ekki 6 sekúndur, en
Nei, akkurat. Og eins og við vorum að tala um áðan, þá draft effektin töluvert sterkari í þessum leik. Sem þýðir svo sem líka að ef maður missir á draftinu þá getur verið mjög erfitt að koma tilbaka. Nú erum við komin aftur í startið. Dómarinn greinilega fylgjast mjög vel með keppnina. Við erum aftur komin á þig, Tómas. Þetta er Bragi. Hann er Bragi. Hann er hérna fyrir aftan brekið. Hérna erum við með fremsta hóp. Myndavélin á bara mjög erfitt með að halda yfir þá, að sjá. Þarna erum við með 7 einstaklinga, sýnist mér. Gauti, er það ekki Arna Gauti? Já. Hver er Pétursson sem byrjar á R? Veistu með það á reynu? Það er Reima. Já. En þetta virðist vera nokkuð góð hópur sem er að koma hérna inn í góðan kicker. Það er Ingvar að keyra upp hraðan og allir á eftir. Og Ingvar og Jóhann Alma er að keppa saman í A. Og svo restin er í B-flokk. Við sjáum að þetta skiptir nú ekki upp hópnum, en þetta getur að brennt einni og jafnvel 2 eldspýtum hjá einhverjum. Það eru ekki nema 7 mínútur búnar þessari keppni og við erum búin að hjóla 5 km, þannig að hraðin er mjög mikill. Til að segja að þetta er á flatan kafla og keyra með 50 km svift hraða. Já. Og líka hérna á 4 verð per kíló, aðeins meira fremst og Ingvar að keyra mun meira. Við erum með spurningu á YouTube á hvaða kílómetri er fyrsta alvöru klifrið. Við getum tjekka á því, við erum ekki alveg með það hreinu, en hérna skulum bara fletta því upp. Það er nokkuð stutt í það. Því miður er ég að komast að því að við sjáum í rauninni ekki sjálft kortið, hann er ekki hægra á horninu miðað við keppnina. En við erum núna á kílómetri 6 og flettur svo upp, þá var þetta mörg og inn. Hér eru, sjá. Við erum að skipta það yfir á fremsta hóp því það er komið smá breyk. Ingvar og Sigurðsson, er það Jóhann? Já. Þeir eru komið smá gap. 3 sekúndur yfir í restina af breykinu. Og þeir eru ekki kannski beint að kommitta á þetta með vattatöluna. Sjáum hvort að breykið náið þeim eða hvort þeir slítið sér bara alveg frá þeim. Ingvar virðist vera að spara sig ansi vel. Það sjá. Spurning með að hækka í okkur. Við getum prófað að skipta bara hérna yfir á mækin sem eru í tölvunni. Þetta er allt mikil tölvunnsæsum hjá okkur. En hérna endilega halda áfram að gefa okkur feedback. Það er best að bæta þetta þannig. Já, þetta er A-keppnin fer fram hérna og B-keppnin fer fram 5 sekúndur fyrir aftan. Það finnur Arna Gauti, Jón, Arna. Það sjá. Reimir. Núna er Jóhann að gefa vel í. Smá erfitt að sjá ekki hvar þeir eru nákvæmlega í brautinni.
En mér sýnist að fyrsta brekkan sé að koma eftir svona 8 kilometra, þannig að það er örugglega bara mjög stutt í það þegar að koma þannig að við sjáum upp í toppunum að þá er hann að vegur sem að hlykkjast alveg hægri vinstri. Þetta er rauninni sjálf brekkan. Sér hérna Cody Companion, þá sjáum við hvað þið eru. Þið eru að nálgast fyrstu svona lengri klifrið. Svo með þá hérna cirka 40% inn í brautin. Sjáum við kílómetrana á sjáum við hérna Sjáum reyndar ekki sko. nei. En já, staðan er þannig að Ingvar og Jóhann Sigurðsson eru búin að breyka frá í rauninni hópi sem er núna númer 2 og þeir eru í rauninni svolítið í sinni eigin keppni, þannig að ég er ekkert endilega viss að hópurinn fyrir aftan þá reyni að ná þeim aftur. Því eins og við sögðum í byrjun útsendinguna þá erum við með bæði A og B hópa og Þarna erum við horfum á Arnargötu. og með við effortið þá eru menn bara svolítið að bíða eftir brekkunni sýnist mér. Og Við sjáum þeir eru ekki að elda þeim niður hér sko. Nei. Og hérna er það Jón Heiðar sem er að brúa yfir, séð hvernig hann menga bilið hérna neðst í skján 7 metrar, þarna er hann búinn að ná þeim og keyrir bara fram hjá þeim. við skoðum aftur fremsta hóp að þá er Jóhann byrjaður að keyra hratt á móti Ingvari, svo Ingvar þá að elta. Og Jóhann og Ingvar komin inn í klifrið. Og hérna erum við með kameruna á Jóhanni og hann er alveg með smá gap en það er ekki að stækka. Þetta er gott effort upp þessa brekku og púlsinn alveg í hvínandi botni. Við elskum að sjá það. Enda að gera, keppnin ekki nema kannski hálftími. Menn þurfa örugglega að hjóla aðeins meira síðan eftir hana þegar þau eru búið. Ég er svo sem, ég er ekki að segja hvað er að gera. En hérna tökum síðan stöðuna aðeins á hópnum fyrir aftan. Hvað er að gerast þar? Þar síðan Finnur er að stýra hraðanum og er þetta Jón Örn Óskarsson sem er hérna fyrir aftan hann eða voru við ekki með fleiri Óskarsinni í Þetta er Jón, Já, Jón Arnargötu, já. Jón Heiðar, Maksson. Þannig að fremstu menn í B er núna 4 manna hópur. Finnur er að styggja hína af. Já. Og þegar hann kemur upp þá er hann rétt tæplega hálfnaður í keppnina. En ef við skiptum aftur á fremsta hóp og sjáum að Ingvar er búinn að taka vel á því og er komið fram úr Jóhann Sigurðsson og er að gera árás á hann. Tökum stöðuna á Jóhanni. Þar virðist allt vera í hvínandi botni. Og núna er stutt eftir að brekkunni. Jón er búinn að ná Finnur fyrir aftan. Þetta er alvöru effort hérna frá Ingvari. Hann virðist ekki ætla að koma upp á topp með Jóhann í draftunni sínu. Það er strax búinn að opna 11 sekúndur. Já, 11 sekúndna gap. Og nú er spurning hvað gerist í downhillinu. Það kannski þarf ekki alveg mikla tækni þar eins og í raunheimum. En skulum sjá hvað gerist. Þannig upp á topp er Ingvar með 15 sekúndna gap á Jóhann. Þeir eru báðir að keppa sér í Elite. Og svo fyrir aftan þá erum við með B-flokkinn.
Þú nefnaði þetta með downhill. Þú sér Reima og er það ekki Óli sem er hérna ansniða. Þeir eru með lítið stýri, svona icon á nöfnum sína. Það þýðir að þeir get hérna, stýra hjólið hvar hjólið leika í brautinni. Sem þýðir að þeir get skeira beyguna. Þannig að þeir getar hjóla hraða heldan hina, bæði á flattan og niður á móti. Bara með því að leika sér rétt í brautin. Það er magna, ég hef ekki heyrt um þetta aður. Og það er smá tækniforskot að þeirra hjólið sem þeir situr á, annarkort Swift hjól eða Trax hjól, eða er með stýritakkanir frá Swift, þá geta þeir staðsetta sig í brautin. Þeir geta bæði staðsetta sig aðeins betur í draftið, stýra það aðeins betur og sérstaklega í beygjum og sérstaklega þegar að hjóla mjög hratt. Það er engin þörf fyrir að bremsa í Swift, þá geta þeir staðsetta sig og þetta gera munur. Heyrðu það, þetta er ennunu græjan sem þið þurfa að kaupa í sportinu og hafa á hjólinu innandyra. Því að þannig komið greinilegt competitive advantage. Já, svona slætti duglega á ensku, en en ef við myndum okkur aftur að keppni, þá er Jón Arnar kom fyrstur upp á topp. Hann er ekki með stórt gap á Finn og hver er þetta aftur? Þetta er Reima. með stýrið. Sjá stýrið. hvort hann nýtaði sig að hann sýnist það samdegir. Þannig að þeir geta unnið saman og mögulega náð Jóni aftur. Ef við skoðum samt frontinn á keppni, þá hefur Jóhann náð Ingvari á leiðinni niður brekkuna. Já. Við sjáum Ingvar kýra með tæplega 3 vött per kíló en Jóhann Alma með 4+. Þannig að Ingvar hefur kannski dottið á leiðinni niður. Nei, ég veit ekki, það er eitthvað gerst. Það er smá erfitt að fylgjast með báðum keppnum í einu. Þarna kemur Jóhann bara á ferðinni fram úr Ingvari og mér sýnist nú Ingvar ekki ætla að láta hann sleppa frá sér. Þannig að þeir munu að öllum líkindum ná að hjóla eitthvað saman fram að næsta klifri. Næsti punktur í brautin það sem að getur verið svolítið erfitt er bara svona lítill kicker og það er það fyrsti kickerinn sem að hjóla í brautinni og nefnum bara í öfuga átt og svo eftir það fyrir við aftur upp þessa brekku nema akkurat öfugu megin frá. Og ef við í Companion appið þá sjáum við hvað Swiftana eru og aftastu er í neðst í klifrinu eða brekkunni og fremsti er í rauninni að nálgast kicker nummer 2. Og ef þið eru að horfa að þá getið þið þetta öll skráðu ykkur bara í keppnina og opna leikinn og þá sjáu þið Companion appið þó þið séu ekki sérstaklega sjálf að hjóla. Það væri gaman að skoða hvort það væri ekki hægt að bæta þessu í útsendingu. Já, þetta view. Já, þetta sem við erum að horfa hérna er miklu betra það sem er í útsendingunni upp að átta sig á stöðuna í keppninni. Þannig að hvernig er staðan núna í fremstaflokki kallað B? Þannig að verðist Finnur vera að missa aðeins af Jóni og Remi. Já, þeir komu niður brekkuna saman en Reimar og Finnur, Reimar og Jón er greinlega búin að halda dambi á flattan en Finnur hanga aðeins. Hanga með sínu 380 vött. Hann er að saksa á þeim aftur. En svo er bara 3 sekúndur núna. Já, svo ekki langt fyrir aftan eru við með Maxson, Arnar Gauta og hver er þessi Punktur Ragnarsson, veistu það? Punktur Ragnarsson er Finnur. Það er Finnur, já. Hann er 4 sekúndur eftir fremsti í B, svo kemur Arnar Gautir og Maxson og Jón Heiða. Og svo er það langt í Þröstur og fyrsti þríþrautamaðurinn Ægi sem sjáum hérna, hvað heit hann? Fyrsti Ægin, Oliver, Oliver Grá, já.
Já, gaman að sjá hann mæta í keppnina. Hann er hérna í góðum hópi fyrir aftan. Hann eru að horfa á kannski sirka 10. til 15. sæti. Og þeir eru að koma hann upp í þennan litla kikkar eftir brekkuna. En við sjáum að þessi 3 manna hópur með Jón Heiðari Magnússon og Arnóri Gauta er eiginlega bara að fjarlægjast Finn og Nei, Finnur er hennan. Nú skulum við kíkja aðeins aftur á fremsta hóp Elite Karla. Þarna erum við með Ingvar og Jóhann. Þeir eru að gefa svolítið hressilega vel í. Þeir eru að fara þarna upp kikkarinn akkurat núna, já, með kortið. Og ég meina að horfa á þetta effort. Púlsson og Jóhann er bara búin að vera í 180-90 slögum alla keppnina. Og sjá, hvar eru við músuna mína? Þannig að maður færa þeir eru bara á krúsinu hérna, þeir eru komnir sem sagt yfir kikkerinn og rauninni það sem er eftir núna er að fara aftur upp stóra klifrið nefnilega bara í öfuátt. Það er að koma núna eftir nokkra kílómetra. Það eru 15 kílómetrar búnir af þessari keppni og sirka bara 10 eftir. Og það verður spennandi að sjá hvar úrslitin verður ráðin bæði í flokki Elite og B-flokki, hvort það verði í sjálfur brekkunni út af því að eftir hana er svolítið langt ennþá í mark, hvort það séu kannski 6-7 kílómetrar þaðan. Já. Það er eitthvað niður í móti en svo líka svolítið rúllandi. Og fyrir ykkur sem eru að horfa því sjá að þetta er ekki þægileg braut að hjóla í hóp því að það er mikið af litlum brekkum þar sem er auðvelt að taka svolítið á því og teygja á hópnum. Sjóbi, hvernig lítið úti? Nú. Við skoðum hérna Finn, honum virðist bara líða best nokkru sekúndur fyrir aftan Jón Arnar og Remi. Það er 4 sekúndur en við sjáum púlsinn hjá Finni er hérna 175 sem er alveg klálega í óþægilega endan hjá Finn. Þannig erum við alvöru þjálfara einsinn frá Tómari. Sjáum ekki púlsinn hjá Jón Arnari. Það er líka eitt í þessu, maður getur verið að horfa á púlstölunar á fólki í þessu leik en það eru auðvitað mjög mismunandi eftir fólki hvað er mikið og hvað er lítið. Maður myndi kannski halda einhver með lágan púls væri á góðum stað en það þarf ekkert endilega að vera þannig. Staðan er svona, við erum með Ingvar og Jóhann fremsta í hópi Elite Karla og svo á eftir þeim fremsta í flokki B erum við Jón og Remi. Þar stutt á eftir er Finnur. 8 sekúndur. 8 sekúndur. Og Arnar Gauti og Magnússon. Jón Heiða er síðan 12 sekúndur eftir Finn. Já, akkurat. Og 3 manna hóp, ef þeir nýta draftið þá myndi það vera lítið mál að ná Finn. Sjá, keppnin er komin 24 mínútur inn, 17 km, þannig þetta er svona rétt
rétt rúma hálftíma. Já, við erum komin 17,5 kílómetrar. Hvað heldur það sé alveg langt í brekkuna? Já, þannig erum við með kortið. Mér sýnist Ingvar og Jóhann vera kannski svona, 1 til 2 kílómetrar frá botninum á svona erfiðasta partinum á Kleirunni. Ég að koma fljótlega að hringtorginu sem beygir hana til vinstri. Ef þú íta á kortið þá færu öðruvísi view. Aftur, zoomaðu út. Þú sér bara hann sem þú að fylgja, maður sér ekki öðrum sviftara. Þetta mjög gott, þannig sjáum við brekkuna til vinstri, hún hlykkjast þannig upp fjallið. Beygja hringtorgið núna, Já. Þannig að við erum að sjá hvað gerist hérna í fremsta hóp. Hvor þeirra tekur af skarið. Alveg menn keyra vinstri í hringtorgið. Það rétt. Ég hefði nú viljað taka smá recon í þessari braut, ég hef ekki hjólað þetta áður. Því að þá væri auðveldara að lýsa þessu, en við sjáum að þau eru strax komnir í botninn á brekkunni. Hallinn byrjaði að kíka upp hérna, 10%. Aðeins niður aftur. Það er engar flugeldasýningar svona strax í byrjun. En fyrir aftan virðist Jón vera búinn að slíta sig aðeins frá. Hann ætlar að fá smá forskot inn í brekkuna og Finnur er búinn að ná Remi. En ég átta mig ekki alveg á því hvort að Jón hafi gert árás eða hvort að Remi hafi bara slakað aðeins á. Við getum sýnt þetta í hægri endursýningu eftir, ef þið viljið. Og við sjáum Magnússon á Arnargötu. Hérna tekur Ingvar af stað. Já. Þannig að setja hérna tæp 600 watt í brekkuna og Jóhann er að gera allt sem hann getur sýnist mér til þess að hanga í honum. Það sér hérna vörd per kíló töluna til hægri. Jóhann er alltaf aðeins minna heldur en Ingvar og það bílið sem opnast. Þannig að Ingvar er greinilega ekki í nýsprett. En þið sjáu það að brekkan er stutt, þeir eru strax búnir með hana og bara leiðinni niður. Og það er kannski eitt sem ég teki eftir í Swift-leiknum að þessar sekúndur sem eru á milli, þær virðast lengjast þegar að fólk fyrir niður brekkur sem að kannski meikar ekki alveg sens. Þannig að 7 sekúndna gap en sjáum hvað raunverulega er þegar við erum komnir niður á botninn. Jóhann er ekki með að gefast upp, hann er að keyra hana niður á fullri ferð og ef við kíkjum hérna á Jón þá er hann ennþá með 5 sekundur á þessar 2 fyrir aftan sig. Svo hann ætlar að reyna að sóla þetta frá hópnum í mark. En hann nálgast toppinn og nú á hann bara ekkert annað val nema að reyna að halda heim. En á 5 sekúndur á topp. Við skoðum hérna hópinn fyrir aftan að þá er Magnússon að keyra upp hraða núna. Þeir eru að droppa Jón Heiðari. Hann er kominn tæpum 10 sekundur fyrir aftan. Þeir eru að klára hérna þessa loka brekku. Ef við skoðum aftur fremsta hóp karla í Elite að þá eru þetta 8 sekundur sem er á milli Ingvars og Jóhanns. Og eins og við kannski töluðum í byrjun, það var ekkert rosalega margir í þessu flokki, við voru 3 sem að byrjuðu. Þannig að 2 af þeim eru að leiða þessa keppni
og í flokki B karla að þá er þetta frábær myndavél. Þannig erum við að horfa á Jón og hann er að gera sitt besta til þess að halda þessu gappi niður brekkuna en það er stutt í Remi og Finn. Þannig að þetta geti orðið mjög spennandi hérna í báðum keppnum undir blálokkin. Það er erfitt að halda 4-5 sekúndur inn í 3 kilometra. Já. Munurinn er þeir fyrir aftan, þeir sér hann. Þeir sér manninn fyrir framann og hefa eitthvað að kýra eftir. Það virðist vera eins og stýri hjá Remi sé að hjálpa honum að gappa Finn. Já. Hún að tapa 3 sekúndum greinlega á hann. Sjá hvort hann nýta það. Maður sé það ef hann skýra beigjuna. Já. Þannig er hann að taka síðasta hlikki niður. Og við erum alltaf að fylgjast 2 keppnum í einu því ég geti fylgst aðeins með hvað er að gerast í fremstótt akkurat núna til dæmis. Þið horfum bara á töfluna hægra megin, þar erum Ingvar og Jóhann Sigurðsson. Það eru cirka 20 sekúndur núna á milli þeirra. Sjá hvað langt Ingvar hafa heim. Þarna er Ingvar. Þarna er, já. Nú væri gott að vita hvað er langt í mark, en ætli það sé ekki þessi tala upp í hægra horninu, 2,2 kílómetrar sem eru eftir. Málið er að með kílómetra er þetta lítinn. Já, ef við værum í rauninni, það sem maður er vanur þegar maður er að horfa á, er að keppa í svift, þá sér maður upp í hægra horni hvað er mikið eftir, en þetta virðist vera svolítið öðruvísi þegar maður er að svona fylgjast með. Þannig að næst getum við verið betur undirbúin að vita nákvæmlega hvað brautin er löng. Þannig að við getum sagt hvað er mikið eftir, en Ingvar er að keyra vel á lokakaflanum hérna. Þú sér það er 2 hægri beygjur og 2 vinstri beygjur, þá kemur hann í makk. Já. Þú sér á kortið hérna, makkið það hérna. Akkurat. Í flokki B þá er Remi búinn að ná Jóni og Finnur er þar nokkrum sekúndum á eftir. Við sjá Ingvar, þú sér Ingvar komin með 20 eitthvað sekúndur, þetta er komur. Hann eins og segir, það er 1 hlikkur hérna eftir. Og hann tekur 2 vinstri beygjur og er svo komin í mark. Jóhann 24 sekúndum eftir búinn að eiga mjög góða keppni, búinn að vera mjög sprækur og búinn að gera árásir í brekkum, þannig að hann getur verið mjög ánægður með annað sæti hérna. Jón og Reimir er náð saman. Já, Jón og Reimir er ennþá saman. Ingvar er að koma inn í mark. Þá skilst mér að þú þurfur að vera klára að snöggur. Ég held að við skiptum bara yfir í Jóhann. En hér er Ingvar að koma fyrstur í mark í Elite karla í fyrsta bikarmóti ársins í Swift eftir skemmtilega baráttu við Jóhann Sigurðsson. Og hérna kemur Jóhann. Siglir inn í annað sætið. Og svo er rúma mínúta, 1,5 í fyrstu karla B. Þannig að við erum örugglega að fara að horfa á endarsprett í B-keppninni. Þannig að ég var að skipta yfir á... Skipta hérna. Hérna er... Reimar og Jón. Já. Og svo sáum fyrir aftan að bara 2 sekúndur í Arnar Gauti og Finnur og Maksson. Þannig að þetta er fara að myndast 5 manna hóp hérna, þú séð það hérna beint fyrir aftan. Og þetta er mjög spennandi lokakafli. Þeir gætu endað hérna 5 í endarspretti. Reimar ætlaði greinilega ekki að lenda í því. Það sé hvernig hann gerir allt til að halda þeim fyrir aftan.
Já, reymar með allt í hvínandi botni, sé ég. Hérna eru að fara síðasta hlykkinn áður að taka 2 vinstri beygjur fyrir loka kaflann. Og hér gerir Jón árás, setur allt í botn. Já, lítil kikka, lítil brekka hérna Já. í beygjunum. Og Þetta virkaði. hér er allt í botni, hann er með 460 vött og ætlar að reyna bara að stinga Þetta er vel reymar gert, af vel og gert. þetta er geggjað effort. Hann er að koma hérna fyrstur í mark karla í B-flokki. Þessi þínu fyrir aftan gera alltaf stöðut aðeins minna í vörp per kíló. Þannig að ennþá að stækka bilið. Já, þetta er frábært effort, geggjuleitt að klára Sjá, þetta race. Svo erum við með með reyfi. annarsetið, það er Arnar Gauti og mér sýndist Maxson ná því 3. Þannig hafið þið það. Svona eru efstu sætin í Elite og B í karla í þessari fyrstu Swift-keppni ársins. Næsti mark er Jón Heiða, hann kemur hérna. Já, Jón Heiða var að reyna í mark hérna ekki. mér finnst það. Svo er það 30 sekúndar í þröstur. Hann er Ólífur. Þetta er geggjuð myndavél. Þarna kom stór hópur. Þeir Ólífur, Þröstur, Gott effort inn í með lokin. meira. Allir að taka Peitur, Óli Hermanns. Þarna þurfti einhverjum með myndavél í markinu. Við fáum úrslitin úr hérna companion appið rétt á eftir þegar ég fer út. Þannig já, það væri geggjað að geta birt úrslitin mitt á skjánum en hérna, við þurfum að gera það bara á eftir. Það er spurning hvort við getum... Í brautinu Stefán var að reyna í makk líka ekki með hópinn. Já, Jú. Þóra Elís, hann kemur bara núna. Elís var að klára. Þá held ég með minni að næsti er Henning. þannig að Henning, Hann er að klára, já. hann er að sigla hérna inn í þá... Hann er síns 13. sæti í flokki B en 15 af þeim sem að byrjuðu hérna í dag. Já. Þið séu það að hraðin er búinn að vera mjög mikill framan af. Við erum að klára hérna rúmlega 23 km á innan við 40 mínútum. Spurning hvort við hérna prófum að hringja í sigurvegara karla í Elite. Varstu með símaðinn? Hvort við getum tekið hérna stutt bjall, bara á Facebook eða eitthvað. Við settum í HRI eventin eða ekki, eða fólk mætti eiga að vona þessu. Það er enginn að vera að koma óvart. Mynda bara messenger, sko. Þið fylgist bara með á Swiftina meðan að... Henning er að renna í mark núna. Svo... Sjáum hvort að fólk sé til í að taka spjallið. Komdu sæll, Ingvar Ómarsson. Góðan daginn, hvað segir þið? Við séum bara fínt. Þú er í beinni, nema með 15 sekúndur syngun. Ó, spennandi. Já. Herru, til hamingju með sigur í fyrsta Swift-móti ársins. Hvernig líður eftir þetta? Þetta voru góðar 35 mínútur. Já, takk fyrir mig. Ég er bara hræðst með þetta, sko. Ég var mest hræddur það svo yfir mig í dag, sko. Þannig að þetta gekk
þetta gekk nokkuð vel finnst mér sko. Skemmtileg braut líka, ég er ánægður með brautavalið. Já, það er gaman að heyra. Þú fékkst ágætis samkeppni í dag. Var það eitthvað sem kom þér á óvart? Nei, ég er nú að þjálfa Jóhann, þannig að ég þarf eiginlega bara að kenna sjálfum mér að hann sé svona helviti góður. Nei, ég segi svona, þetta er allt bara, hann er bara helviti sterkur hjólari og alltaf að bæta sig, þannig að þetta var eiginlega bara nákvæmlega sem ég vonaðist eftir. Já. En það vantaði nú nokkra, finnst mér. Það hefði nú mátt vera fleiri, er það ekki? Já. Ekki sammála? Já, það verður skemmtilega að sjá A-flokkun stærra. Já, kannski næst. Já. Það er 2 mót eftir, er það ekki? Já. Eru 2 mót eftir, ertu með á hreinu, Tómas, hvernig þau eru? Jú, það á ég, svo sannlega. Meðan Tómas tekkar á því, já, þetta var hresskeppni. Hvað ertu að fara að gera núna? Ertu að fara bara aftur að sofa eða hjóla meira? Nei, maður er nú komin að fertugsaldurinn, þannig að ég er bara að fara með stelpuna í filmleika, sko. Það er þeim sem maður gerir. Nú annað að gera, en ég ætla að vera ánægður með sjálfum mig. Ég er búinn að hjóla þetta og klukkan er ekki svona 10. Ég er ekki vanur þessu. Þannig að ég held að dagur verði bara betri eftir þetta, sko. Þetta er frábær byrjun á deginum. Já, heldur betur. Hvað er svo framöndurinn hjá þér næstu vikur? Herðu, það hjólreiðasambandið er að fara með afreksbúðir til Spánar og mig var boðið með. Þannig að það er núna í það næstu viku, þá förum við held ég 16 hjólar ef maður rétt, eða eitthvað svoleiðis til Karp í æfingarferð. Þannig að það er svona það næsta sem maður er að hlakka til. Geggjað, það er góður hófur. Ég ætla ekki að halda þig lengur, en takk fyrir að taka símann. Takk fyrir líka. Já, við sjáumst bara í einhverju bakaríinu. Það var gott. Við gerum það. Bye. Herri, já, næsta sviftmót er, nú eftir 18 mínútur. Þarf að horfa á kvennakeppnina í þessari sömu braut. En annar bikar er sem sagt 7. febrúar. Og þá erum við á sama tímanu við víxlum kýrnunum. Konuna byrja þá klukkan 9 og karlarnir klukkan 10. Við erum ekki búin að velja braut. Nei, en ég held að við munum velja eitthvað með aðeins meira klífur, þannig að letufuglarnir fæ smá fórskot þar. Þessi braut var svolítið ponsi og sjá hvernig brekkunni þufti 7, 8, 9, 10 vörp per kíló til að virklega búa eitthvað til. Þannig að með hans lengri klífur þá er það öðruvísi hjólara sem eigi fórskotið. Akkurat. Svo erum við að tala um að viku eftir það, eða 14. febrúar, þá erum við með 3. bikar sem er þá líka Íslandsmót í svifthjólurum. Og þar verðum við með sem sagt sömu tímasetningar aftur, konar klukkan 9 og karlarnir klukkan 10 og brautin verður kynnt einhvern tíma fyrir það, vonandi. Já, það verður leyndumál. Við erum ekki fara að segja neitt þann braut alveg strax. En þá skiptum við aftur yfir í stúdíóið. Ég ætla að vera löngu búinn að gera það, en svona eru við sjóaðir í þessu, eða þannig. Nú eru 14 mínútur í kvennakeppnina og við Tómas ætlum að taka okkur stutta pásu. Þannig að við sjáumst bara aftur nokkra mínútur í. Þannig að ekki fara langt. Keppni.
Jæja, þið er velkomin aftur á skjánum, eða bara að skjánum, eða þið horfðu ekki á karlakeppnina. Við vorum svolítið að klára hana, hún var mjög skemmtileg. Brautin var góð. Við ætlum að byrja á að fara yfir úrslitin. Við vorum með 2 keppnir á sama tíma, við vorum með Elite karla og B karla. Já. Og fyrstir í mark voru þeir Ingvar og svo Jóhann Sigurðsson. Jóhann Alma, já. Já. Þeir voru í fyrstu 2 sætunum báðir í Elite og áttu bara mjög góða og skemmtilega keppni að fylgjast með. Og í B-flokki að þá vorum við að horfa á 3 manna break framan af. 3 manna break lengi, Jón, Reimar og Finnur. Já. Sem voru að pangast í hver annan og nýti brekkunir í að gera lífið súrt. Já, akkurat. Þar var það Jón sem að gerði öfluga árás bara rétt fyrir lokamarkið, kannski. Aftur nýtti lítil brekku til að út Já. í bilið strax. Þannig að hann átti geggjað effort Bara til mjög þess gott, já. að klára fyrstur í mark í B-karla og þar aftur hann kom Reimar í öðru sæti og svo Arnar Gauti í því 3. Já. Getið þið sýna þessi mynd live eða? Já, ég hélt ég hefði skipt á hana. Saman í brautinni bæði Elite og B-konur og já, spennum hvort við skiptum ekki bara yfir á Svissi yfir á Swift. Já. Og á Swift er komin 12 á startlínan
þannig að þeir eru af 14 skráðir en svo erum við þarna, þannig að það er 11 mætt og svo veit ég ekki hvort hann Hallgrímur keppnisstjóri er mættur líka. Maður sjá, já hann er líka komin inn, þannig að það er í rauninni bara 10 til start og það er nú mínúta viðbót. Allar mjög vinalegar í tjattinu svona, til að byrja með allavega. Við fylgjum Bríir akkurat núna og svo verður mjög gaman að fylgjast með slagurinn sem var alltaf að milli Bríir og Hafdís. Heldur betur. Nú eru rétt rúmlega 30 sekúndur í start og við mig að fylgjast með því að í byrjun á svona Swift-keppni þá er allt sett í hvínandi botn því að ef þú byrjar keppnina á 300-400 vöttum þá er bara eins og þú byrjar eins og raketa. Já. Bara skýst á stað. Við sjáum 10-15 sekúndur. Við erum að horfa á Hafdís hér og hún er í 200 vött. Tæplegar. Sjá hvort hún kýra upp vöttin en hvort hanga hann að kýra hún upp vöttin. Komin upp í 500 og byrja í rauninni 500 vött. Og byrja mjög hratt. Hún keyrir vel á þetta og spurning hvort að þetta komi einhverjum að óvörum en það er 4 byrjun á þessari keppni. Hópurinn nokkurn veginn allir saman síns við. Nei, það er nú aðeins strax byrjað að tegjast á þessu. Við erum að horfa á þetta er Bríeti og keppnin byrjar hérna á því að hjóla út úr Glasgow. Þannig að í startunni er mikilvægt bara að vera á tánum en það er erfitt kannski að stinga sig frá hópnum ef það er íslenska sem að sleppur. En já, það er erfitt að slíta sig frá en það er strax farin að setja pressu á hvor annan. Já. Og það er í rauninni það sem þessi braut snýst um. Það er að halda pressi á mótaðila eins mikið að mögulegt er. Því sé það að það er hátt tempó hérna í byrjun. Við erum að horfa á 250-300 vött sem er nú örugglega og yfir þröskuld hjá mörgum af þessum keppendum. Þegar Birta Karen í rauninni aftast í þessi fremstu hóp við horfa núna, það skipti á Eva Bríir. En í þessu leik þá skiptir auðvitað miklu máli að nýta draftið rétt eins og í raunveruleikunum og í rauninni bara töluvert meira því að áhrifin að því að vera í draftinu eru meiri í leiknum heldur en í alvörunni. Þannig að maður sparar töluvert orku að vera ekki að púla. En að því sögðu að til þess að vera í hóp sem er að hjóla hratt í Swift að þá þarf maður eiginlega bara að vera svolítið on. Þetta er bara löng og erfið keisla. Við sjá hver er í næsta hóp. Við förum hérna niður. Já, sjáum að Heiða þetta er Heiða og Natalía. Og Natalía eru saman í hópina. Og svo María aðeins fyrir aftan. Þannig að við María komið hérna fyrir aftan. Spurning hvort hún nái þeim aftur. Og þarna maður sé bara hvað startið er mikilvægt og hvað startið er erfitt. Heldur betur. Þannig að það eru komin aftur í fremsta hóp sem að er nú bara nokkuð svona stykki í saman. Þessi Bríir strax fann að nota power-ups sem er þessi kick-ass sem maður get nýtt. Já, akkurat. Hún er að nota draft power-upið sem að gefur manni 50% meiri effekt held í draftinu. Já.
og som er bedst at nýta í hóp eðlilega, þetta auka drafteffektin, þannig að ef enginn fyrir fram að þig þá fæ maður ekki út og trukkurinn. Ja, það er hárrétt. Fleiri power-ups sem þetta að fá, það er þetta að fá svona sem er kallað Aero power-up og þá er maður svona með lægri loftmótstöðustuðul í hvort það er 10 sekúndur eða 20 sekúndur. Það getur verið geggjað að nota það í flötum endarspretti. Já. Og svo þá sjáum við þarna eina vera að nota fjöðruna sem er gott í brekkum. Þá minnkar í rauninni þyngdin á manni í stuttan tíma. Ég held að stað power-up sé töluvert lengra, það er svona 20 sekúndur. Ég sýnst Hafdís alltaf bara standa alla keppnina. Það er impressive. Það er aðdáunarvert að sjá að þær ná að hjóla þetta nokkuð þétt allar saman og margar sterkar í þessum hóp, þannig að spennt að sjá hvað mun fara að teygjast á hólnum. Það er nóg að tækifærum í brautinni allavega. Þannig erum við að koma að fyrsta hringtorginum. Þetta er ennþá bara svolítið rúllandi. Við erum að tala um að sé kannski svona 3-4 kílómetrar í fyrsta kliðurinn sem að bítur svolítið. Ég tel þannig að cirka 8-9 í fyrsta hóp. Já. Sjá menna fyrir aftan, það er þrjár hérna út í halunum og restin er í fremstu hóp. Það er smá dreifing núna, séu hver er það sem er aftast hérna. Það er að sjá að það er bara 1 sekúnda einhvern veginn Birtakarinn. Já. Við erum með keppnistjóra að hjóla hérna á 3 vöttum. Þetta er herra Hallgrímur. En ok, tökum stöðun aftur hérna fyrir Við erum lokað inn sem dómari, þannig að við verðum að fylgjast með hvort keppnistjórinn hérna veitar einhver augljóslega aðstóð. Hann halda sig fínt fyrir aftan síns með. Já, það hefur komið til Skotlands, Tómas. Ekki á hjóli, nei. Ekki hjóli. Ekki hjólandi, nei. En til Skotlands. Já. Þetta lúkkar... Það voru aðalega til að drekka viski. Aðalega að drekka viski, já. Nei, maður oft séð myndir frá Skotlandi að þetta lítur svolítið út bara eins og Ísland. Já. Myndum. Já. Erum við ekki að detta inn á fyrsti kikkarinn, það er smá upp í gegnum Kastela hérna og svo kemur fyrsti kikkarinn út í lúpið. Annars hefur Bríett strax komin upp í 7 vöppi kíló. Já, stelpunni gera nákvæmlega það sami og gerist hjá strákunum. Það er að nýta þessi brekkur til að setja öðrum undir pressu. Og hér skiptir máli að bara hanga. Reyna að hanga í hópnum því að leiðum að missi draftið þá verður öll keppnin töluvert erfiðari. Hérna er Bríett að skila Hafdís eftir með 3 sekúndum í brekkunni og það er alveg hægt að loka 3-4 sekúndum en það er ekki hægt að gera það oft. Þetta er alltaf mikil álag. Sóley halka með, Júlía Ors er með þarna. Þannig að þetta getur verið erfitt fyrir Hafdís. Já, þetta er svolítið gap sem maður eru með, 4-5 sekúndur. Þetta er 4-5 sekúndur, við sjáum hérna Hafdís keyra vel yfir 300 vött, vel yfir 4 vött per kíló og Hafdís veit að ef hún kemur ekki með hérna þá er það búið.
Bríir halda uppi pressin á henni, sjáðu Bríir kýra matcha alltaf vöttun hjá Hafdís í vött per Já. kíló, þannig að þau veit að að það verða að setja Hafdís undir pressu hennar. Já, það er að gera ansi vel. Það er stórt effort hérna hjá Bríeti, Júlíu og Sóley. Það er að reyna að skilja Hafdísi eftir og so far so good. Það er bara, það lítur mjög vel út, þannig að við komum hérna með fyrsta break dagsins. Þetta er mjög vel gert, nýta lítil brekku til að til að búa eitthvað til. Það er að fengja sér eitthvað gott í morgunmat. En ef við kíkjum síðan aðeins aftar þá erum við hérna með hóp af 3 stelpum, Guðrún Þrastadóttir og Ingiborg Kjerúlf, getur það ekki verið? Jú. Birta Karen? Nei. Jú. Já, Birta Karen er aðeins Hún er aðeins fyrir lengra aftan. já. Og svo Guðrúni Halldórsdóttir. En ef við kíkjum aðeins aftur á Hafdísi, hún virðist vera búin að minnka gapið aðeins. Hafdís er með, en hún þarf að hafa fyrir því. Nei, fyrir ekki, gapið er búið að aukast. Það er komið upp í 16 sekúndur. Hafdís ennþá standandi. Þetta er mekk í sviftum að maður keyra vel umfram FTP, en ég held að það er vegna þess að Hafdís er mikið með raun FTP stilt í svift. Það geti kannski verið með það í 100 vöttum. Já, 100 vöttin sem maður gera á þegar maður þjálfa. En við sjáum að þessar fremstu 3 Sóley, Bríet og Júlía eru búin að slaka aðeins á, en það er að koma með svolítið stórt gap. Og þær eru núna að krúsa að fyrstu svona löngu brekku dagsins, en við sáum það nú í karlakeppninni að hún er ekkert það löng. En ekki að ég ætla að sitja með einhvern háa hest, það er verið erfitt að hjóla upp hana. Þannig að það eru nokkri kílómetrar í hana og það má leiða líkur að þær hjóli saman fram að því. Það er svolítið erfitt að slíta sig á flatanum. Þannig að þetta eru rauninni fremstu 3 konur í flokki Elite og svo erum við Hafdísi hérna 4. eftir þeim. 15 sekúndur. Hún halda þetta bil, en þetta verður mjög erfitt. Svo erum við hérna með fremsta hóp í flokki B-kvenna. Það var þá Guðrún Þrastadóttir, mér sýnist þetta að vera Guðrún Halldórsdóttir og svo Ingiborg Kjerúlf. Þetta eru fremstu 3 í flokki B. Ég vissi ekki að það væri svona frumskógur í Skotlandi. Hérna er þið fremst að beygja inn eftir smástund í brekkunni. Og þá kemur í ljós hvort þið ætla að halda áfram að vinna saman eða hvort þið ætla bara að halda áfram að búta hópunum niður. Þið sjáu þið í kortið hann upp í hægra horni, þar getið þið fylgst með og þær taka sérst hægri beygju á hringtorgjuna hana og fara síðan upp klifrið sem að hlykkja svona svakalega til hægri. Þetta er Júlía, Sóley og Bríet fremst. Hafdís kýra aðeins inn, hérna kom 12 sekúndur núna. En alveg og hvort hún mun ná þeim þá hefur þetta virklega tekið í. Já, heldur betur. Þarna beygði það af malbygguna og upp í brekkuna. Og hvort að brekkan byrji ekki bara núna.
Jú, þær eru byrjaðir í brekkunni. Þrjú % upp á móti, rúma 4 vert per kíló. Þannig sjáum við Hafdísi fyrir aftar hérna aðeins upp til vinstri og svo fremstu 3 í flokki B. Þeir eru jafna hvor annan hérna í klifrið. Rúma 4 vert per kíló, slagi upp í 5. Þannig að þetta er gott effort. Þetta er gott effort, þetta er vel umfram FTP. Þannig er Júlía að búið til smá gap. Bríet loka strax. Og svo kemur erfiðu kíkanir hérna í lókun, sko. Nú kemur 13% halli og munum þeir búin að kýra rúma mínúti í brekkunni núna og byrja að vera mun brattara. Bríet í 6 vört per kíló. Þetta er þá 384. Það verður allir á horfiðin á brautinni. Það er spurning hvort þú getur skiptir eitthvað annan í Companion-appinu. Þannig er Hafdís, já. Þetta er Hafdís líka komið inn á brattar hlutinn. Og sjá hvernig þeir eru hérna. Ég veit ekki alveg hvað er að gerast hérna í Swift. Þessi Hafdís bara stopp. Þetta er ekki nógu gott. Hún bara fara aftur á bak. Já, Við skulum bara prófa að sjá hvort við getum smellt hérna aftur. Annað kemur það. Þannig er komin aftur í fremsta hóp Elite kvenna. En það er greinilega eitthvað vesen á F-þjónunum hjá Swift því að þeir detta bara allar út. Þeir kýra ein. Þið sjáu hérna Sóley er eins og hún er hérna. Hún er ein. Sjáu, þú fer aftur úr og vilja næstu þá verður þeir. Þetta er við. Það er svo smá erfitt að fylgjast með þessu. En hérna... En þeir eru komin upp á topp núna. Já. Og við sjáum að hérna, síðast við sáum þá var hérna Júlía og Bríet saman. Þannig að koma Sóley, Júlía og Bríet renna yfir saman en svo að það líti út fyrir okkur þá eru þeir þú séð það bara sjálfa sér. Keppnin er þá í fullu gangi en það er eitthvað að klikka hérna í Swift-heiminum sem leyfir okkur ekki bara að sjá nema einn í einu. Ef þú fer hérna back to me þá sjáum við stöðuna. Hérna sjáum Sóley, Bríet og Júlía renna saman hérna 16 mínútur og 40 inn í keppnina. Þannig að það eru svolítið leiðinu niður klifurinn núna. Það líti út fyrir Hafdís bara stoppaði. Hún var komin hérna vel niður í hópinn. Já, hún hérna var að senda mig skilaboð, búin að vera slöpp síðustu dag, veik. Þannig að kannski ekki verið tilbúin í keppni í dag. Nei, það útskýrir það klálega. En virðingavert að mæta, engu síður. Ég er nú að velta því fyrir mér, hvað gerist ef við bara lokum Swift og opnum það aftur? Er nokkuð sem við getum farið aftur í útsendinguna, eða ekki? Já, en ég held að við erum með sömu vandar hér. Þú sér í Companion, þá var ég líka bara að ég sé bara Sóley og mér. En hérna sjáum við til hægri, sjáum við uppröðun. Þetta er 3 stelpahópinn fremst. Svo kemur næstu hóp
þeir eru tveir, Gunnar Halldórs og Ingeborg. Og kemur Guðrún með keppnisstjórinn og Natalia og Birta Karin, Heiða Ósk. Hver er Þórarna ekki? Og svo María Anslengraftur. Þetta verðist nú hanga inni eins og ég er. Ég vona að ég sé ekki að jinxa neitt, en þarna erum við komin í fremstu hóp kvenna elite og það eru á partybrautinu sem er svona rúllandi, mestmegnis flatt, þannig að þær eru öruggar í fyrsta, öðru og þriðja, þannig að það er kannski ekki mikil ástæða að gera neinar árásir akkurat núna, en það er eiga eftir að fara upp fyrst á svona litla kikkarinn og sömulegis þessa sömu brekku aftur nema bara hínum megin frá. Þannig að það er nóg eftir í þessari keppni. Svo við kíkjum hérna á fremstu konur í B. Þá erum við Ingeborg Kjerúlf og Gunnu Halldórs, eins og hún kýs að kalla sig í Swift. Þannig að kannski eftir að hætta að kalla hana Guðrúnu. Svo ef við lítum aðeins aftar í keppnina, þá er Guðrún Þrastar hér sem var með þeim í hóp og fyrir aftan hana eru Natalia og Birta búin að vinna sig heldur betur upp í keppni, eru búin að ná slatta af stelpum og eru núna hérna í, ætla að leyfa mér að segja, 7., 7. sæti í flokki B. En að sjáum við fremstu stelpunum, Júlía Sóley og Bríet Kristi, og brautin sem er að kýra í dag er þannig að það er þessi brekkur sem þarf að nýta í árásum og en á saman tíma þá má ekki slaka of mikið á millibrekkur. Það verða að halda pressan á öllum til ekki að gefa hína eins mikil pásu. Já. Það verða að halda pressan uppi allan tíman. Leður þetta byrja að vera eitthvað dóla millibrekkur, þá er allir bara fersk inn í brekkuna og minna líkur á að maður næri að slíta sig í buddu. Þannig að það sem er erfitt í braut eins og þetta er að maður það vil að gera árásunum þegar maður líða verst sjálfur. Það getur ekki bíða með árásun þangað til maður er sjálfur on top of things, þannig að þá er hínu það líka. Það er eiginlega keppni hverjum líður minnst illa. Já. En þessi litli kikkar breyti ekki neinu í fremsta hóp. Spurning hvað gerist hérna í fremsta hópi B kvenna. Þær eru að koma hérna að sömu brekku, Gunnar Halldórs og Ingeborg. Gunnar Halldórs er frá Blöðubrygg og Ingeborg er að austan. Þær koma hérna saman í brekkuna og spurning hvort önnur hver er að reyna að slíta sig frá eða hvort það séu bara sáttar hana saman. Rétt fyrir aftan þær sjáum við keppnisstjóra. Hófleg fjarlægi. Nú er eitthvað að gerast í fremstu hóp. Ég sá að þeir voru að kikka upp í 4-5 vörp per kíló. Já, það er einhver. Þeir eru í minna kikkarinn hérna út í enda á brautin. En það er samt enginn metnaði að slíta hópinn hjá neinum þeirra ennþá. Nei, það lítur alltaf út fyrir það að við fáum næst kannski eitthvað action í sjálfu klifrinu þegar það fara gegnum það annað skipti. Þetta er semst Júlía Oddsdóttir, Sóley Kjerúlf og Bríet Kristi sem er að leiða hérna í elite kvenna.
og í B er það Gunnar Halldórs og Ingeborg sem er næst. Þetta er þá fremsti B sem er hér og hver er þriðjan og þetta view þegar þið eru út í lúpunu þá var það ekki í réttum röð. Guðrún Þrastar Guðrún Þrastar, já. og Birta Já. eru núna tvær saman og stutta eftir þeim tveimur er bæði Natalía og Heiða. Já, þetta verða skemmtileg hóp. Þeir eru að fara að keyra þriðja sæti í B. Já, akkurat. Það er gaman að sjá þessar tvær ná þeim. Það voru komið ansi sterkan hóp að hala hérna inn restina. Fallegt er það í Skotlandi. Við þurfum að prófa þetta einhvern Já, veginn, Tómas. það er til ég fara á græfilhjóli í Skotlands. Það væri held ég Já, mjög skemmtilegt. hér kemur enn ein litla brekkan. Þetta er upp í Kastilaði, já. Lítil brekka sig hvað meginn frá. Ekki nógu löng til að gera eitthvað skemmtilegt en alveg pottet nógu löng til að láta hinu líða illa. Og það er það sem það snýst þar. Akkurat. Og verða eiginlega að nýta. Hvað er eldspýðustokkurinn stór? Akkurat. Það er líka þannig í svona braut að það er nánast ekki neitt hægt að bara að kósta eins og það er kallað. Það er bara on eins og svo oft á treininu. Já. Þannig að svona keppni tekur töluvert meira úr manni heldur en heppin keppni út á götu. Það er að halda uppi góðum hraða núna í þessari keppni. Það eru alveg með rúma 2 mínútur á fremstu konur í B. Og þar er Gunnar Halldórs og Ingeborg. Þær eru með sirka hálfa mínútu á Guðrúnu, Birtu, Heiðu og Natalíu. Heiða og Natalía eru reyndar ekki með að ná Birtu og Guðrúnu. En nú er spurning hvað er langt í brekkuna. Brekkuna þeir eru cirka halvnaði á milli brekkur. Þannig nú er þetta hérna leitt svona rolling og svo koma síðustu kíkarinn. Við sjá hérna kemur upp í vinstri horna á kortið gegnum hringtókið og svo inn í brekkuna. En brekkan er ekki alveg eins löng hérna meginn frá. Já, það svipað þennan bratt en alveg eins löng. En hér er eitthvað að gerast. Það er að droppa Sóley. Hún er komin 5 sekúndur eftir. Já, þannig að þessar litla brekkur þar bíta og nú er það í rauninni Bríeta og Júlía sem að leiða 2 keppnina. Og þú sér líka á vöttun að þeir ætla að nýta þetta tækifæri og halda Sóley fyrir aftan. Þeir eru alltaf að matcha hennar vött. Þegar hún keyrir hans upp þá kemur þeir stutt eftir. En Sóley er ekki að gefast upp. Þið sjá að hún er á blúsandi siglingu eftir þeim. Og hún keyrir hraða núna, akkurat. Það er spennandi að sjá hvort hún er ekki að loka gapinu. Þær þurfa allan að hafa fyrir því að halda í Júlía og Bríet. Og ef við horfum á kortið upp í hægra horninu þá sjáum við erum aftur að vera komin að hringtorki. Þar taka þær vinstri beygju og fara þá yfir klifrið í seinna skiptið. Það verður spennandi að sjá hvort þeir Júlía og Bríet ætla að fylgjast að heim eða hvort þeir ætla að reyna að slíta sig í burtu, fá hver annan. Hérna er Sóley búin að minnka gapið niður í bara 3 sekúndur og hún er bara búin að loka þessu. Fáránlega vel gert. Þetta er mjög vel gert.
en Það gerist leið að hínu fyrir framan byrjaði að hugsa brekkuna. heldur betur. Ekki spara sig örlítið, þá var Sóley komin aftur. Og þetta var vel gert. Hún að koma að þeim á svo miklu hraða að þó hún sé í rauninni búin að slakka þess á og þá flýgur hún bara fram úr þeim. Haltu bara áfram á Sóley. Inn í kíkarinn. Og hér Þarna sjáum við vöttum Bríir mín að þetta núna. Bríir ætla að nýta sér brekkuna og sjá hvernig hínu svara. Þarna fyrsti sekúndin komin. Hún að teygja svolítið vel á þeim, komið gap á milli þeirra allra. Nú bara spurning, hver á mest eftir á tankinum? Er það Bríett, er það Júlía eða Sóley? Bríir kýrar flest vött akkurat núna, en það sló af akkurat þegar ég sagði það. En þetta líka gott gammaldags tricks hjá Bríett að leið að Sóley kemur upp, að þá kýra aftur. Setja Sóley strax undir pressi aftur. 9 sekúndar á Sóley. 10. En við sáum líka hjá strákunum að það óþægilega langt í mark eftir brekkuna. Þetta erfitt að halda heim. Sáum það í B karla að þarna náði dreifing sem kom í brekkunni var eitt strax í botni brekkunni aftur. Það málið, það ekki nóg að setja bara allt í brekkuna, maður eiga eitthvað smá eftir til þess að ná að klára heim. Bríett að koma með myndarætt forskot Þetta mjög flott. Júlíu. Það með sýnist rúma 10 sekúndur bara þar sem hún að koma henni yfir toppinu á fjallinu. Bríett komin upp, Bríett nýta Arrow power-up til að koma hraðan upp strax niður. Það er mjög sniður. Mjög mikilvægt akkurat núna. Sjáum hjá strákunum þá var Yngvar 34 mínútum, þannig að það að minnst kosti 4-5 mínútur eftir hjá stelpunum. Já. Hérna Bríett að hjólinu við brekkuna. Það ágætið skap á milli þeirra alla þó að Sóley sé nú nokkuð nær Júlíu heldur en Júlía nálægt Bríetti. Þannig að mögulega geta þær tvær unnið saman að hala Bríetti inn. Já. En við þekkjum það nú öll í keppni að það búið að slitna að þá vill maður eiginlega bara klára þetta sem fyrst, þannig að maður kannski ekki endilega mikið að spá í hvað að gerast fyrir aftamann. Bara halda áfram að hjóla og sjá hvað gerist. Hér eru fremstu konur í B að koma inn í brekkuna. Þær eru með Gunnu Halldórs og Ingiborgu. Þær hafa stækka gapið örlítið í konuna fyrir aftan. Rúma 30 sekúndur. Já, þetta verður að ýta 2 í B. Nema eitthvað veiklega. Það er bara að stoppa. Já, það er rétt. Þær eru búin að hjóla þessa keppni mjög sterkt. Og ef við kíkjum síðan aðeins aftar, þá er hérna Guðrún og Birta saman að koma í brekkuna. Þar hendi Birta í power-up. Þannig að nota þess að gera árás eða bara aðeins að gefa smá break. Hún ætlaði bara að fara. Þarna sjáum við hvað power-up sem gefa mikið. Þannig getur Birta verið að tryggja sér 3. sætið. Hún bara að skilja Guðrúni eftir. Þetta er fárlega gott effort hjá henni. Tæp 5 vött per kíló í þessari árás. Svo held ég að Tindur kýra úr kýra keppnina í World Class í sal. Þannig að þeir gæti verið að sitta hlið við hlið. Þú meina það? Fysísk. Ég veit ekki hvort það er í sal en það gæti verið. Ef við sjá fremst. Bríir halda bilið á 13 sekúndur og Sóley hefur mist grípið í Júlíu.
Hérna er Bríet að koma aftur inn í Glasgow, þannig að það er nú ekki mikið af hækkunum eftir þó að það séu svona litla snarpar brekkur. Og nú er bara fyrir hana að halda þessu. Það verðist bara að vera að hjóla á nokkuð steady efforti. Júlía 14 sekúndum á eftir henni. Því er ekkert fyrir hana að slaka á. Halda pressun á Bríeti. Sóley 8 sekúndur á Júlíu. Eftir Júlíu. Já. Þannig þetta... Það er nú spurning, var tók brekkan meira úr einhverju annari heldur en eða ég er allar jafn mikið eftir. Svona eru bilin í fremsta hópi elít kvenna og Gunnar Halldór er búinn að taka lítið á Ingeborg. Og svo ef við kíkjum aftur á Birtu þá er hún núna komið tæpa 10 sekúndur á Guðrúni. Og komin upp á topp. Komin upp á topp. Og þá munum við sjá þessi munur. Birta Karin mun, bilið til Guðrún mun aukast. Þannig til Guðrún kemur upp á topp líka. Og þá var það... Akkurat. Og svo er Natalie hérna núna með 7 sekúndur á Heiðu upp á toppnum með fjöllunum. Hér á Bríet kannski 2 kilometra eftir í mark. Heldur gapinu bara sterku, 14 sekúndur. Keyrir vel hérna upp brekkunar. Greinilega nóg eftir í henni. Hún virðist bara ætla að sigla þessu heim. En þetta er mjög vel gert. Þið sjá Bríet kýra hérna rétt 4-5 vörð per kíló. Samtidig að hún er nú á 35. mínútan kýra ennþá á þresvolt eða vel yfir. Heldur betur. Þetta er magnað. Skoðum við þá keppnina hjá fremstu konum í BI þá er hún ennþá mjög hörð. Þau eru með Gunni Halldórs og Ingiborgu fremstar og það er nú ekki mikið á milli þeirra. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað gerist á lokametrunum hjá þeim, hvort að Ingiborg eigi meira eftir heldur en Gunna eða hvað gerist, hvort þau fáum endarspretti jafnvel. Það verður gaman að sjá það. Við sjáum að Bríet er að klára hérna lítinn hlikk í lokinu á brautinni áður en hún tekur þennan kikkaer sem að var nú þýðingarmikill í B-keppni karla þar sem að Jón stakk af þarna. Hérna kemur vinstri beygja og svo ein vinstri beygja viðbót áður en hún siglir inn á lokakaflann í brautinni. Já. Bríet þetta og vinna þetta og Sóley mun eiga mjög erfitt með að ná Júlía núna. Þetta er ekki hægt. Brekkan klálega var þýðingarmikil í þessari keppni í elít kvenna. En hér sjáum við Bríet Kristi koma fyrsta í mark í fyrsta bikarmóti ársins í Swift hjólreiðum. Greinilega í flottu standi og verður sigurvegari hér í dag. Mjög vel gert. Mjög vel gert hefur Júlía og Sóley líka. Já. Júlía er hérna að koma sjónlýs í mark, einhverjum 10-15 sekúndum á eftir Bríeti. Sjá hvað er stutt á milli. Og svo Sóley hérna þriðja. En hvað er að gerast fyrir aftar? Hér erum við komið með Birtu. Já, hún er ennþá í þriðja sæti með 12 sekúndna gap á Guðrúni, þannig að hún virðist vera að sigla þriðja sætinu heim. Kannski aðeins lengra í Gunni Halldórs og Ingiborgu, en Gunni er bara búinn að stinga Ingiborgu af. Það er 8 sekúndur á milli þeirra og hérna stutt eftir. Og hún ætla bara að sólóa þetta, sýnir mér. Já. Já, hún var mikið inni alveg eins og Bríet hérna í lokin. Tekur góð effort hérna upp þessar loka brekkur.
Ég sjá að þetta er brekka sem fyrir upp í 10% tæplega sýnist mér. Það getur verið svolítið vont í lokin á keppni þar sem búið að vera mikið að gera. Já, þetta er komin 38 mínúta inn í keppni, þetta er ekkert. Það er ekki alveg Þetta er ekki þægilegt þó maður setja einn. Nei. Þannig já, í B-flokki þá erum við að horfa á Gunnu Halldórs. Hún er að leiða hérna keppnina á sirka kílómetr eftir í mark. Já, hægri beygju, svo litli lúpið hérna og svo 2 vinstri beygju. En Ingiborg er alls ekki búin að gefast upp. Nýta síðusti power-upið hérna. Já. Það er Sem alveg hægt. mjög sniðugt að bara halda hraða yfir þessi litlu brekkur. Akkurat. Það er klálega hægt að halda loka 10 svona gapið á stundum tíma í Swift ef svo ber við. Þannig að þetta er núna bara á Gunnu að slaka ekki á. Þess að Ingibjörg nýtar ekki stýrið sína. Hún er ekki að skeyra beygjuna. Já, hún er með stýri. Hún er með stýri, hún gæti, hérna niðri, hérna gæti hún taka Já. mun stýrðri lið í beygjuna sem gefa nokkra meita í hverju beygjur. Ég þarf að fara að fá mér svona stýri. Já, Svo erum við að horfa á Birtu hérna, hún er líka búin að spila þessa keppni mjög vel taktískt. Er að sigla þessu heim að mér sýnist í 3. seti. Alveg 13 sekundur í Guðrúni. En skiptum yfir á Gunnu. Hún er að koma hérna á lokakaflann eftir þessa síðustu vinstri beygju. Geggjuð í kitti. Ég held ég sé bara að sjá lítið hana sem ég ekki séð á ræðinni. En hérna, frábær keppni í henni, fyrst í marki í flokki B-kvenna í Swift hjólröðum. mjög vel gerð. Ingiborg, mjög gott effort í henni líka. Siglir hérna öðru sætinu heim. Aðeins meira stealth look heldur en Gunna. Og skiptum hérna yfir á Birtu. Birtu eina vinstri beygju eftir. Og þar höfum við rauninni fyrstu 3 sætin í B-flokki kvenna sömuleiðis. Guðrún er ekki að fara að ná henni úr þessu, 17 sekúndur á milli þeirra. Og frábær keppni á Birtu sömuleiðis. Spurning hvort við höfum að hringja í Bríð. Já. Er þú tilbyrjir? Það spurning hvar hún er að taka þessa keppni. Þú sé ekki heima þessir. Sýnst. Fikk mynd af Jón áðan hérna. Já. Já. Við leiðum bara útsendingun að lifa með við hringjum. Ætlu. Já, hringdu bara. Setja spíkar. Já, komdu sæl og blessuð Bríett. Það heyrist. Þarna ertu. Hæ. Hvað segir þú búin á andanum? Vel gerð. Já, takk. Já, Það var bara, til lukku með sigurinn. Þetta var hörku keppni sýndist mér. já, þetta var það sko. Smá, skellur að missa Hafdís út, en það munar alveg um hvern sterkan spilara í svona keppni sko, en þetta var bara geggjað sko, og frekar þétt. Já, ég trúi því. Var eitthvað fleira sem að koma á óvart í þessari keppni? Sko, hvað við vorum við 4 í A, eða ekki? Var ekki bara Sóley Hafdís, Júlía, ég var ekki Heiða líka, var hún í A líka? Jú, Heiða er líka, já. Já. Kom á óvart, já, bara, þú veist, þær eru náttúrulega, hvað ég segja, nei, það kom mér ekkert á óvart þannig sér, sko.
mér fannst Sóley ótrúlega sterk í dag. Hún var búin að æfa á fullu og þú veist, við erum svona kannski það sem kannski allavega ekki tala fyrir okkur fyrir árum. Ég, Júlía og Sóley allavega búin að vera taka hörku vikur núna undanfarið. Við erum að fara út á föstudaginn. Þannig ég ætla að gefa mér svona þreytustig hjá okkur öllum hvað segja, það er enginn eitthvað ógeðslega ferskur sko. Nei, og það er einmitt málið. Það þessar Swift-keppnir eru svo skemmtilega með það að gera. Maður þarf ekkert endilega að mæta í einhverju pík ástandi, heldur. Er þetta bara frábær viðbót við æfingaplanið. Þannig við hvetjum við þetta alla sem eru að horfa og eru spáið að taka þátt að vera með. Algjörlega, og þú veist, þetta er klárlega út fyrir komfortzónið hjá öllum, skilur. Þú veist, líka mér þó ég fari í þú veist 20 Swift-keppnir eða eitthvað, þú veist, ég var samt með bara púlsinn í 140 og hjóla á zone 1, þú veist, 20 mínútum í keppni, skilur. Af því að þú veist bara, það fer bara svona annar regulation í gang í kerfinu og maður hefur bara ógeðslega gott að því. Já, akkurat. Hvað finnst þið vera svona mest öðruvísi varðandi taktík í svona Swift-keppni meðan við bara þú ert í venjulegu götuhjólamóti? Hvað sem öðruvísi með taktík, það er erfiðara alltaf ef þú droppar einhverjum, þú veist, ef einhver droppar þér, þá er erfiðara að loka bílnum eins og þið voru að segja í karlakeppninni, þú veist, leið út komið nokkrar sekúndur, þá er rosalega, þú veist, þá getur maður bara svolítið stillt sig inn og skoða hvernig næsti maður fyrir aftan er að hjóla og þú þarft ekkert að hjóla umfram það. Ef ég er með Júlíu fyrir aftan mig og ég sé að hún er 7 sekúndur fyrir aftan og hún hjólar á 3,5 vött per kíló, þá þarf ég ekkert að hjóla meira en 3,5 vött per kíló og nær hún mér ekki, skilurðu. Þú veist, þannig að það er svona þú veist, þú sérð þetta í Swift-keppni og veist, þú getur svona peysa þig þannig séð, sko. Það er klárlega auðveldara að loka breyki öðruvísi auðveldara að loka breyki í real life, þannig að þetta er, já. Þannig að ég myndi að segja að það væri svona helst í munurinn, sko, annars bara, já. Já, akkurat. Takk fyrir það. Þú sagðist þér að fara út núna með landsliðinu, eða það ekki? Jú. Já. Er eitthvað fleira á plani? Svona fram að keppnistímabili? Það er ótrúlega bara svona, nei, þú veist, það er svona kannski smá óljós plön hvað, hvort það verður að fara í landsliðsverkefni páskana. Ég mögulega að fara út eftir páska líka, til Mallorca. Þannig að keppnislega séð er ég ekki búin að negla neitt svona eitthvað. Ég er rosa opinn, en ég er bara svona, ég er bara til að prófa alls konar. Mér langar að prófa eitthvað grafvél í sumar, ég ætla að vera duglegur á fjallahjólinu og líka að setja power í TT, þú veist, maður er alltaf bara svolítið að vera í öllu og bara, þú veist, búin að vera duglega að æfa, ætla að halda áfram að vera duglega að æfa og mér langar kannski svona pínu að gera meira með formið í sumar heldur en í fyrra. Svona, þú veist, þetta er ekkert rosalega margar keppnir, guðhjólakeppnirnar, ég meina eins og staðan er núna er þetta 2 guðhjólamót, 2 TT-mót, þú veist, þannig að ég ætla ekki að æfa í 15 tíma vitu allan veturinn fyrir 4 keppnir, sko. Þannig að maður þarf bara, já, ég ætla bara að vera duglega að taka þátt í keppnum og það er ekki mikið fast í hendi en það verður eitthvað fyrr. Nei, það hljómar mjög vel, en það er úrvallega keppnin búið að breyta svolítið í takt við það sem að kannski tískan er í dag. Rosalega margar gravelkeppnir, sérstaklega með guðhjólakeppnar. En bara takk fyrir að taka símann til hamingju aftur og góða ferð til Karlsberg. Ekki, takk fyrir það. Vel gert. Herðu, já, Tómas, hvað segirðu? Ég get byrjað að sæka niðurstöðunum, bara þetta view sem við höfum á strákana. Já, Tómas ætlar að... Þegar að stelpunum byrjaði að vista ræti sína. Já. Og meðan þeir enda á að hjóla, þá get ég ekki í raun sæka þetta view sem við vorum með áður. Við erum með 30 manns að horfa, er eitthvað sem við viljum koma á framfæri. Næsta mót er 7. febrúar. 7. febrúar. Stelpunni hjóla undan strákana eða þá? Já, á vígslu við rauðinni. Og finna brekku með aðeins meira klifur. Þannig að litur strákana og litur stelpunni fær smá fórskot þar sem þetta var meira ponsi. Akkurat. Þannig að brautin næst verður aðeins öðruvísi. Hún verður með meira brekkum eins og Tómas segir. 7. febrúar og svo viku eftir það erum við að tala Íslandsmót og 3. bikarmót í Swift hjólurum og ertu eitthvað búinn að spá í braut fyrir það? Já, ég er búinn að spá en við munum ekki byrta það alveg strax. Nei, það má leiða líka að svo braut verið kannski aðeins lengri en þetta var skemmtileg byrjun svona á. Þetta er mjög gaman að sjá fólk með sem er ekki skráð í hjólreiðafélög og ætla samt að prófa. Þannig
þannig stækjum í sporten og hérna er mjög gaman að sjá taktík, æðislegt að sjá braut það sem það bókar sig að vera aggressív, það sem bókar sig að gera árás, það er ekki hægt að fela sig, það sem er hægt að pína öðrum og sjálfan sig í leiðinni. Það er máli, ef maður er að horfa á Swift-keppni sem er á flata þá getur það orðið svolítið svona snúsfest því að það er erfitt að slíta sig á draftinu á flata, þannig að þá hengur hópurinn svolítið vel saman. Draftið er svo sterkt. Draftið er mjög sterkt. Og maður þarf ekki verið teknilega góður til að nýta draftið, maður þarf bara að hjóla við hliðina á hína líka við. Já, akkurat. Herriði, hérna, hvað segirðu? Heldur við séum komið með einhver úrslit? Ég skal sjá aftur. Það er gaman að sjá hvað það voru margir sem að horfðu á Þú fer út úr okkar ræð, þá get ég líka að sjá okkar við. Sjá, það er að bara loka eventinu eða? Já. Já, ok. Yes, please. En já, því sem að horfðu í beinni, takk fyrir að horfa allavega. Þetta verður aðgengilegt eftir útsendingunni líka. Þið vilja horfa á þetta oft. Það er alltaf lagi. Nei, ég segi það. Við byrjum enn. Við hérna... Bríet, Kristi, Júlia og Sóley. Já, það eru fyrstu 3 sætin í Elite A og í B. Þá vorum við með Gunnar, Ingeborg og Birta Karin. Og Birta Karin, akkurat. Okay. Herri, takk alveg fyrir árið, takk fyrir okkur og já, við sjáumst bara seinna. Já. Hvað er takkil til að loka þessu?